Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu núna þegar það laugardagsmorguninn 8. nóvember. Ég heiti María Lilja og hingað í helgispjall mætt Björk Vilhelmsdóttir. Þú ert nú svona, hefur komið víða við og þarf nú væntanlega kannski ekki að kynna. En þú ert félagsráðgjafi, ætla ég að segja. Já. Og þú hefur verið í borgarmálunum, borgarfulltrúi í mörg ár og þar inn á þingi sem varaþingmaður og svo rak ég reyndar augun í það að þú hafi verið kokkur á skipi. Já. Kannski byrja þar bara. Já, ég kláraði stúdentspróf í desember 1983 í Fjölbraut í Breiðholti. Mín skólaganga var búin að vera svolítið brösugt frá unglingsárum. Þá svona misti ég svolítið fótana á unglingsárunum og féll í ýmsu, var algjör bara tossi og vitleysingur og ólst upp á Blönduósi og þá voru ekki til henni félagságjafar og sálfræðingar til þess að taka á svona stelpuskotti. Þannig að ég fekk bara vaða en ég átti mömmu sem stóð alltaf með mér og var alveg ákveðin í því að koma mér í gegnum menntun. Og ég var send í gat ekki farið í MA eins og eldri systkini mín, heldur var send í héraðsskólann í Reykholti í Borgarfirði. Og ég ætla nú aldrei að sýna foreldrum mínum það að það borgaði sér nú ekki að fjárfesta í minni menntun og það gekk nú ekkert betur en í 9. bekk á Blönduósi og ég féll í öllu og var bara í einhverjum vitleysisgangi. En svo eftir 1 vetur þar þá fór ég í Fjölbraut í Breiðholti og þar fann ég mig. Alveg svakalega góður skóli og enn. Ég alltaf að mæla með honum. En ég kláraði þar sem sagt jólin 83 og fór í svona stúdentsferðalag eins og þá tíðkaðist og þá var farið til London og Ísrael og þú veist enginn í hópnum áttaði sig þá á því þú veist hvað Ísrael og við vissum ekkert Palestínu, við vorum bara einhverju svona krakkabjánar. En eftir þessa ferð þá skuldaði ég foreldrum mínum og pabbi var mjög ákveðinn í því að ég ætti að borga skuldir mínar. Og ég mjög þakklát honum í dag. Ég var ekkert voðalega sátt, ég hefði alveg viljað fá eitthvað svona bara heimanmund en pabbi var alveg ákveðinn. Þannig að ég réði mig á skip í Hornafirði og sem hét Lyngey SF 61 og Páll Dagbjartsson var skipstjóri, bróðir hennar Vilborgar Dagbjartsdóttur, ljóðskálds og pólitíkus og það var Páll sem gerði mig að svona pólitísk meðvitaðri konu og það var alveg ótrúlegt og ég fór var þarna í 4 mánuði, fyrst á línu og svo á netum og ég var kokkur en vann líka á dekki. Og svo á milli túra þá var ég alltaf upp í brúnni hjá Páli Dagbjartsinni og hann var alltaf að rökraði við mig og fá mig til þess að svona taka afstöðu í málum. Og ég hafði alltaf haft svona ríkar skoðanir áður og hafði komið mér í nemendaráð bæði í grunnskóla, í Reykholti og í Fjölbraut í Breiðholti þar sem ég var í nemendaráði og var lét svona til mín taka en var ekkert svona meðvituð það fyrir hvað ég stæði. En hann tók mig svona upp í brúnna og var alltaf að rökræða og þarna einhvern veginn svona fann ég mig pólitískt. Þannig að þetta var alveg svakalega góður skóli og svo var þetta bara líka góður skóli. Ég hafði búið, sem foreldrar mínir og systkini voru á Blönduósi og ég hafði búið hér í Reykjavík með vinkonum mínum frá Blönduósi og svo bróði mínum og hafði alltaf verið að elda og kunni vel að elda og en svo þegar ég fór austur og réð mig
þá var það þannig að ég hafði mömmu svona í bakhöndinni. Þannig að þegar við komum í land, þá hringdi ég alltaf bara í símaklefa hjá hérna kaupfélaginu, norður á Blönduós í mömmu og sagði mamma, jæja, núna, hvað eigum við að hafa í mati næstu viku? Og við svona settum upp svona dagskrá, matseðil, og hérna og hvað ég ætti að kaupa mikið magn og svona af hérna kosti, alltaf kallaði kostin, og hún svona hjálpaði mér með þetta til þess að byrja með. Þannig að ég, enda var ég bara 20. En þér hefur tekist að greiða skuldina? Ég tókst að greiða skuldina og enginn var svangur alla þessa mánuði og hérna, þannig að þetta var bara svakalega góður skóli, bæði svona bara í lífinu og pólitískt, sem að var ekkert, bara, ég vissi ekkert hvað ég væri fyrir út í. Það er svona, maður tekur svona undarlega beigur í lífinu, sem að einhvern veginn eru greinilega vegurinn sem að maður á. Það er einhverjum aðri máttavöld sem að stjórnar í stundum hvað maður tekur sér fyrir hendur. Það er nefnilega alveg magnað. Ég fór eftir þetta beint til Danmerkur og var að vinna þar eitt sumar sem svínahirðir og ætlaði að fara í iðjuþjálfun í Danmörku. Og svo fyrir einhver mistök, ég sótti þar sem að þurfti að meta svona nám og fyrir störf á svona einhverja skrifstofur og það voru 2 skrifstofur og vinkona mín sótti á hinni skrifstofunni. Við höfum útskrifast saman og verið með sambarilegar einkunnir og vinnu og svona. En hún var semst tekin inn í iðjuþjálfun en ég fékk ekki. Þannig að ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera. Og þá aftur eins og það koma inn svona eitthvað sem að stýrir manni, eitthvað utanfrá, eitthvað tilviljanir, að ég ákveða að fara að læra uppeldisfræði og félagsráðgjöf. Og ég hef ekki einn dag í lífinu séð eftir því að vera félagsráðgjafi. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt. Var það óþekka úlengstúlkan í þér sem að hérna beindi þér á þá braut kannski? Já, kannski. Og það var ekki kannski fyrir en svona seinni hluta starfsævina sem ég hef farið að nýta það. Ég hef alltaf verið að, svona síðustu árum verið að vinna mikið með ungu fólki sem hefur verið svona mist fótana í lífinu og í námi, svona brotthvarfsnemendur sem hafa líka verið lengi atvinnulausir. Og ég hef verið að vinna með fólki, þannig fólki af erlendum uppruna undir nafni tækifærisins. Þegar ég hætti í pólitík 2015, þá var ég búin að vera í borgarstjórn í 13 ár. Og mér fannst ég þurfa svona, þó ég hefði verið í velferðarráði Reykjavíkurborgar og fylgst mjög mikið með og verið að stýra þessum velferðarmálum, þá fannst mér ég þurfa svona smá innspýtingu í sjálfa mig. Og þegar ég lærði félagsráðgjöf, þá var ekki hægt að taka meistarapróf. Þannig að ég ákvaði að fara í meistaranám í félagsráðgjöf og gerði mitt rannsókn á ungu lesblindu fólki sem var hvorki í vinnunni námi. Og það koma margt mjög merkilegt út úr henni, meðal annars hvað margt ungt fólk sem tekst á við lesblindu lendir á örorku. Án þess þó að því að það fylgir kannski lesblindinni og þessari erfiðu aðstæðu að vera utan vinnu og skóla og hafa ekkert hlutverk, fylgir kvíði og depurð og svona margir svona enda í því að vera fyrst á atvinnuleysisbótum og svo fjárhagsaðstoð og enda í því að fara á örorku og einhvern veginn finna sig hvergi í lífinu. Og svo gerði ég framhaldsrannsókn við félagsráðgjafadeildina árið seinna og komst að því að ég vildi alls ekki fara í doktorsnám því að ég komst að því að þegar maður fær að skrifa svona ritrýndar greinar og þá skipti svo miklu máli hvar semikoman væri og það var svona millimetra nákvæmni og ég einhvern veginn svona hef alltaf verið svolítið brussa og alls ekki mikið í svona smáatriðunum og ég hugsaði með mér, nei þetta get ég ekki. Þannig að í kjölfarið þá fór ég til Virk og var þar í 3,5 ár sem að gera alveg frábæra hluti fyrir mjög marga. En á þeim tíma voru þeir ekki kannski að ná vel utanum þennan unga hóp sem var fjarri vinnumarkaði. Þannig að ég ákvað þarna, nú ég alveg komin bara alveg hingað til dagsins í dag, þá ákvað ég að stofna mitt svona eigið fyrirtæki sem heitir Tækifærið til þess að gefa ungu fólki af erlendum uppruna sem að búið að vera lengi atvinnulaust og með litla formlega menntun að reyna að gefa því einhver tækifæri í íslensku samfélagi. Og það er það sem að ég búin að vera að vinna við á síðustu árum frá 2021, mjög gefandi, ótrúlega skemmtilegt og árangurslíkt.
og þar hef ég einmitt svona farið aftur í ræturnar í óþekku Björk sem að einhvern veginn gerði allt vitlaust og var rekin úr skóla og svona og og fann alltaf og ég var alltaf svo þakklátt mömmu minni sem að einmitt var alin upp í afskekktri sveit og var bara í farskóla til 13 ára aldurs og hún fann það hvað það aftraði sér og hún sagði alltaf mín börn þau verða að taka annarkvæmt stúdentspróf eða sveinspróf og henni var það ofsinni en með mikilli elju og ég hugsa svo oft þannig sko að þeir sem ekki eiga mömmu eins og ég átti þeir þurfa kannski svona félagsráðgjafa sem að hefur þennan metnað því auðvitað geta allir farið í gegnum skólakerfið og eiga rétt á því að fá menntun við hæfi og það skiptir svo miklu máli svo til framtíðar þannig að ég svolítið svona að fylgja eftir þessari arfleið mömmu minnar í félagsráðgjöfinni. Ég heyrði einhvern tímann að allt sem að við gerum á fullorðinsárum erum við að gera til þess að svona, taka utan barnið í okkur sjálfum og finnst þetta eiga kannski svolítið vel við. Já, það getur vel passa. Þú talar að hafa verið rekin úr skóla. Þetta tímabil, hvað kom fyrir þetta? Það eru mjög margar ástæður fyrir því og ég varð fyrir ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi því ég var unglingur. Það leiddi til þess að ég fór að reykja og drekka og sofa hjá 13 ára gömul. Var bara, þú veist, eins og gerist þegar unglingar svona missa fótana og það leiðir svo eitt af öðru og ég varð óþekk í skólanum. Ég man að fyrst átti að reka mig og eina vinkonu mína við fórum að reykja í tímum, þú veist, vorum alltaf að ögra. Á þeim tíma þá þótti það alveg svakalegt, þetta þykir örugglega ekkert sérstakt í dag sko, en við vorum alltaf að ögra og það voru alls konar samningaviðræður á skrifstofu skólastjórans og ég og skólastjórin vorum ekki vinir og og hann sagði einhvern tímann við mig þú verður bara fín í rækjunni hjá Særúnu. Það var svona rækjuversmiði á Blönduósi og ég fann það svo seinna þegar ég fór að ganga vel í skóla og fór í háskólan þá hugsaði ég svo oft í skólastjóra svo hugsaði ég ætla að sýna honum að ég get lært, ég ætla að sýna honum en síðan ég gekk ég alveg fram af einum kennara og sem var til þess að ég var rekin en sami kennari hann var til þess að ég var aftur tekin inn og fekk að taka samræmduprófin. Það átti að senda mig þarna í Reykjaskóla í Hrútafirði en þessi góði kennari, hann heitir Þórhallur Jósefsson. Hann var lengi fréttamaður á RÚV og aðstoðarmaður ráðherra, Árna Matthísen og mikill sjálfstæðismaður en ég hef alltaf litið svo upp til Þórhalls af því að hann einhvern veginn hafði trú á því að ég gæti lært og hann sagði það við mig þegar ég einhvern veginn náði alls ekki utan líf mitt og hann svona plantaði því inn hjá mér og hafði svo mikil áhrif þannig að þegar það hafa verið einhver svona átak til dæmis á Facebook að minna á gildi kennara þá segi ég oft sögu hvað Þórhallur Jósefsson hafði mikil áhrif á mitt líf af því að hann bæði var til þess að ég var rekin sem að var kannski bara ágætt en síðan varð hann svona sáttamiðlari og tók mig aftur inn í námið og þannig að ég er honum ævinlega þakklátt líka þannig að það er fullt af svona góðu fólki sem að hefur komið að mínu lífi. Já, það er nefnilega svo magnaði mitt þegar að ég held að það sé svo mikilvægt af því að mér svo fyndið að heyra þig segja þessa sögu af því að þú getur verið að fara með mína sögu. Ég var svona óþekk stelpa líka og það var einmitt óbúslega góður kennari, hann Hörður, íþróttakennari sem að kendi mér starffræði svona í hjáverkum eftir skóla til þess að ég næði samræmduprófunum. En það var bara einfaldlega vegna þess að hann trúði að ég gæti ná þeim og eftir að einmitt ég hafði verið rekin úr skóla. Þannig að það er margt líkt með okkur Björk. Já, gaman að heyra það. Ég einu sinni þá var ég með fyrirlestur á félagsráðgjafarþingi og ákvað að birta einkunnarspjaldið frá samræmduprófunum þar sem ég féll
og ég man hvað mörgum brá af því að ég hef verið farsæll félagsráðgjafi og að kenna meðal annars í félagsráðgjöf í háskólanum og svona margir litið upp til mín einmitt fyrir það hvað ég hef oft náð góðum árangri að þá brá svo fólki og ég einmitt sýndi þetta einkunnarspjald á félagsráðgjafaþingi og sagði ég er bara að sýna ykkur þetta til þess að minna ykkur á að það má ekki gefast upp á krökkum, úlingum því að það eiga allir sín moment þar sem að einhvern veginn ekkert gengur upp í lífinu og það skiptir svo miklu mála við stöndum með fólki og það er verkefni okkar félagsráðgjafa en það var einmitt, ég gleymi aldrei þessu momenti því ég sýndi einkunnarspjaldin ég veist að svona minna góða áminning til okkar félagsráðgjafa og til annarra fagstétta að gefast ekki upp. En þú varst í Hegningarhúsinu eitthvað tíma. Já, þú hefur googlað mig. Ég googlaði. Það er eitt af þessu skemmtilega sem ég hef gert að já, mjög einmitt svona skemmtilega atvinnusögu. Árin sem ég var að læra félagsráðgjöf, þá vann ég í Hegningarhúsinu á Skólavörðustíg í 3 sumur, 85, 6 og 7. Og það var alveg ótrúlegu skóli. Eiginlega, ég hef nú alveg sagt að með fullri virðingu fyrir félagsráðgjafadeildinni að þá var það eiginlega jafn mikill félagsráðgjafaskóli eins og öll árin í háskólanum. Þessi 3 ár þá kynntist ég, þarna var Hegningarhúsið svona móttökufangelsi eins og Hellisheiðin er í dag. Þar sem var tekið einhvern veginn við öllum þannig að maður kynntist fólki sem hefði framið bæði stór og lítil afbrot, fólki sem náttúrulega var búið að brjóta alla brýr að baki sér og átti enga að og á þessum tíma var líka Hegningarhúsið að sinna svona utangarðsfólki í borginni. Þá vorum við alltaf að smyrja brauð og búa til samlokur og hella upp á kaffi og gefa fólki út gluggann. Það komu alltaf bara ótrúlegu fjöldi og fékk nesti hjá okkur í kaffi og samlokur. Þannig að maður var að sinna svona þessu. Og þetta var mjög góður háskóli sem að ég er mjög sátt við. Og einmitt og ég get stundum eiginlega þakka það að ég hef verið í Hegningarhúsinu því ég var alltaf í svona grínsaga ég er alltaf í svona einkennisbúning, bara fangavarðarbúning og ég bara fór í honum heim og tók svo bara strætó á morgnana og svona og svo sumarið 1987 þá vorum við Sveinn Rúnar byrjuð saman og honum fannst ég svo sexy í fangavarðarbúningnum þannig að hann eiginlega kolfjall fyrir mér þetta sumar þar sem ég var fangavörður og hann sagði það var fundið og það er líka svona djókið hann fann svona til öryggis þegar hann var komin í hendur fangavarðarins og þannig þetta tengist sambandi okkar. Áttu ennþá búning? Nei, maður þurfti að skila honum og ég bara var svo heiðarleg þá og eiginlega nú að ég bara skilaði búningnum en þetta er mjög góð minning, hún fannst ég alltaf rosalega sæt í búningnum og enda þá bara hói og slang og svakalega flott, ung kona. Hvað tekur svo við þarna Hegningarhúsinu og þú útskrifar sem félagsráðgjafi? Já, þá fór ég fyrsta sem ég var að gera, það var að vinna hjá félagsþjónustunni í Reykjavík og og þá var ég búin að eiga 1 barn og fór í barneignarleyfi og þá fór ég að vinna á Stígamótum og var ég mitt fyrsti félagsráðgjafinn sem var að vinna á Stígamótum en Guðrún Jónsdóttir félagsráðgjafi og hafði verið kennari minn og leiddi okkur inn í þetta starf á námsárunum og ég hafði alltaf verið í kvennaráðgjöfinni sem sjálfboðaliði og var seinna svona framkvæmdastýra kvennaráðgjafarinnar og ég var á Stígamótum í 1 ár. Þá eignaðist ég annað barn og fann að ég treysti mér ekki til þess að vinna í svona þungum málum sem að tækju mjög á og sem að gerir. Þetta tekur mjög á starfsfólk og líka, þú veist, með eigin reynslu af ofbeldi og þannig að ég einhvern veginn treysti mér ekki meira í það og fór að vinna þá á kvennadeild Landspítalans og var þar í mörg ár og yndislegu tími og eftir kvennadeildina fór ég að vinna hjá Blindrafélaginu í 5 ár
og hætti þar og var samhliða búin að vera í kjarabaráttunni bæði hjá stéttarfélagi félagságjafa og var formaður þar og svo var ég formaður BHM í 4 ár. Þannig að ég einhvern veginn svona tók alls konar að mér sama tíma og ég var með mörg börn og heilmikið að gera. Já, Sveinn, 5 börn, ekki rétt? Já, við 5 börn. Þegar ég kynntist honum, þá var hann fráskilinn með 3 börn. Og hann og fyrrverandi konan hans voru með mjög gott samkomulag svona sameiginlega umgengni og þau voru mikið hjá okkur líka og hafa alltaf verið. Þannig ég kallaði bara börnin mín líka og svo eignust við 2 börn og mamma stóru barnanna, hún verður svona stjúpmamma þeirra. Þannig að við svona reynum að ala þau upp sem einn hóp og það hefur bara gengið og endan dag í dag þá til dæmis höldum við jólin saman. Og núna næstkomandi jól, í fyrsta skipti í mörg ár, þá verða öll börnin á Íslandi og allir. Stundum erum við sveit líka í Palestínum jólin eins og bara síðustu jól. En núna þá verður bara fullt hús og þá eru honum 22. 22? Já. Og þú ætlar að elda? Þú ætlar að rifja upp gamla takta og elda? Já, nákvæmlega. Og ég er núna í góðri æfingu því ég var með fullt af fólki frá 5 Evrópulöndum í útivistabúðum á Úlfljótsvatni bara fyrir hálfu mánuði og var þá einmitt að elda fyrir 21 í 6 daga. Já. Þannig að ég er bara mjög vanur kokkur orðin einmitt og hef alltaf getað treyst mér að taka þetta að mér síðan ég var kokkur á sjó. Já, það er svona, maður lærir og pikkar upp svona hæfileikan á lífsleiðinni. Já, einmitt, sem nýtist manni. Þetta sem nýtist manni einmitt. En kannski viltu segja mér aðeins frá því þegar þið Sveinn kynnist og hvenær ferðu svona, þú sagðir að þú hefur heimsótt Ísrael, þú kynnist svo Sveini og hvaðan kemur svona ástin til Palestínu? Já, sko, við Sveinn kynnumst fyrst 1986 í gegnum stúdentapólitíkina. Þá var ég formaður félags vinstrimanna í háskólanum og var tíma formaður stúdentarás. Og við í félagi vinstrimanna vorum að halda svona fundaröð sósíalisma í fortíð, nútíð og framtíð. Vildum sjá fyrir okkur hvernig þetta væri. Og ég tók að mér að hafa samband við Svein og fá hann til að vera með fyrirlestur svona stúdentapólitíkina árið 68-69. Og hann gerði það og þá hittumst við og vissum svona hvort af öðru. Hann kom þá ykkur allt aðra kærustu á þann fund og við vorum ekkert að spá í neitt sko. En svo unnu við stór sigur í háskólanum og hann kom, þá var hann alltaf einhleypur ungur maður og hann kom á svona kosningaball og hitt okkur þá og var svona eitthvað skotin í mér og eitthvað svona byrjaði en svo byrjuðum við saman í mars 1987. Og hann var bara þá heimilislæknir í Reykjavík og og 1987 þá hann ásamt 2 öðrum að stofna félagið Ísland-Palestína. Og ég, þú veist, var þá orðin meðvituð kannski stöðu Palestínumanna og rifjaði oft upp þarna þegar við fórum til Ísrael, fórum bara á Sólaströnd, þarna nýstúdentarnir til Eilat, alveg við Rauðahafið og fórum svona dagsferð til Jerúsalem og fengum þar ísraelska leiðsögn og þar var okkur sagt, sko, sjáiði kúlnagötin, þú veist, á veggjunum og var verið að benda á að einhverjir hryðjuverkamenn frá Palestínu hefðu valdið þessum skaða og maður heyrði bara mjög einhlíða. En svo smá saman heyri ég náttúrulega aðra sögu, því að það eru 2 hliðar á öllum málum og það fer eftir því hvaða sjónarhorn maður lítur á hlutina og aldeilis þá þar einmitt önnur og miklu verri saga af hernáminu frá 1948 þar sem að landið var tekið af Palestínumönnum. En síðan fer Sveinn og við bara byrjum saman og giftum okkur 1988 og og lífið heldur áfram og hann verður alltaf svona, hann fer fyrst í Palestínu 1990 með Rögnvaldi Finnbogasyni presti sem þá var formaður félagsins fyrstu 3 árin
Og síðan verður Sveinn einhvern veginn algjörlega, bara eftir að hafa komið til Palestínu, þá verður hann svona alveg heltekin af þessari baráttu af því að hann finnur hvað mannréttindin eru fótum tróðin þarna undir hernáminu og hvað hernámið hefur mikil áhrif á daglegt líf allra sem að þarna búa. Og ég man að við byggum lengi í Glaðheimum og skrifstofa Sveins var bara inn í svefnherberginu okkar og hann var alltaf í sambandi við fólk í Palestínu og þá þurfti var hann að hringja í gegnum netið og það þurfti að hringja inn svona rátir og stundum var ég að reyna að fara að sofa og þá var hann sko, þú veist, að hringja inn, þú veist, svona tengi símtöl og ég gleymi svo aldrei og ég var orðin svo þreytt á þessu og þreytt á honum sko og öllu þessu basli því að hann kannski var ekki alltaf að taka ábyrgð á heimilishaldinu. Ég hef yfirleitt verið með þriðju vaktina hérna í okkar sambandi, svo sannarlega og hann einhvern veginn bara, þú veist, gleymt sér í baráttumálunum og svo var það árið 2003 þá hérna var ég komin út í pólitíkina, komin í borgarstjórn og Sveinn bara áfram fór oft bara árlega til Palestínu og ég var orðin svolítið þreytt á þessu og þá stóð ég frammi fyrir, finnst mér, eins og ég hef kallað það, þeirri spurningu, ætla ég að skilja við Svein eða skilja Svein og ég ákvað að fara með honum sumarið 2003 til Palestínu og svona í stuttumáli sagt þá skildi ég Svein og ákvað það að láta ekki Palestínu verða til þess að við myndum fara í sundur því að í rauninni bara var ég orðin mjög þreytt á þessu en leiðum að kemur til Palestínu þá bara verður maður svo heltekinn af ástandinu, maður finnur svo mikið fyrir hernáminu að það ekkert aftur snúið og ég man að þegar ég var að koma fyrst til Palestínu frá Líbanon og vorum að fara yfir King Hussein brúin þar sem maður fer yfir og það alltaf Ísraels í stjórnan öllum landamærum og maður fer svona í gegn og þar bara fólki skipt í tvær raðir, annars vegar sem sagt Palestínumenn og svo gyðingar og gestir og þarna var sem sagt ólétt palestínsk kona, alveg kasólétt og hún spurði hvort að hún var svo þreytt hvort að hún mætti fara í rútuna með gestum og það var bara sagt nei, þú verður að fara í rútuna með Palestínumönnum og svo rúta hún var að láta henn bíða þar til rúta var alveg orðin full en gyðingar og gestir þeir fengu svona stutta svona shuttle bus sem að bara fór með fólk yfir alveg jafn óðum á næsta stað og og ég ætlaði ekki að trúa þessu að þetta væri svona skýr aðskilnaðarstefna eins og maður hefði heyrt bara í Bandaríkjunum sér strætóar fyrir svarta og þetta voru fyrstu kynni mín þarna af málum Palestínu svona af eigin raun að sjá þarna aðskilnaðarstefnuna í raun og síðan þá hef ég eiginlega verið jafn heltekin og Sveinn en ég samt ekki allar nætur að horfa á Al Jazeera eins og hann eins og núna í stríðinu undanfarin 2 ár á Gaza sem náttúrulega mjög erfitt fyrir þá Sveinn hefur náttúrulega margoft verið á Gaza ég hef farið þangað 3 svar og það erfitt að horfa upp á þessa hræðilegu eyðileggingu og bara þjóðamorð en en ég samt bara þetta alveg svakalegt og það ekki hægt að lýsa því að koma þangað og upplifa og síðan sem sagt fyrstu árin þá náttúrulega var ég bara að fara einstakar sinnum með Sveini til Palestínu hitta fólk og heyra af því svona af stöðunni og Sveinn vildi alltaf hann var að heimsækja alls konar samtök sem að leiti til þess að félagið Ísland-Palestína fór að styrkja samtök eins og kvennasamtök á Gaza og geðverndarsamtök, geðhjálparsamtök og læknishjálparnefndir og svona ýmiss konar sem að félagið fór að styrkja svona í gegnum þessar heimsóknir. En svo þegar ég hætti í pólitíkinni 2015 eftir 13 ár, þá ákvað ég að fara bara á eigin vegum og fór að vinna með
alþjóðlegri friðarþjónustu kvenna, það heitir International Women's Peace Service og eru bara konur hérna og þaðan á heiminum sem hafa alltaf verið og þessi samtök voru stofnuð 2002 í Intifada, annari Intifötunni sem var í Palestínu og þessi samtök hafa alltaf komið til Palestínu á haustin og verið að tína ólífur með bændum sem eiga land að landtökubyggðunum eða landránsbyggðunum, öllu réttar að segja það. Og þarna 2015 var ég í 4 mánuði þarna yfir ólífutíman og og kynntist þessu þannig sem ég náið og var 5 haust þar til COVID kom sem sagt í þessari ólífutýnslu og skipulagði bara mína vinnu þannig að ég gæti tekið frí á haustin og þannig að þarna sá maður svo vel hvernig sko landránsbyggðirnar það bara stækka og taka yfir lönd bænda þannig að við vorum að vinna með bændum sem áttu þá lönd yfirleitt minkandi lönd að þessum byggðum og það er svo mikil ásókn landránsfólksins að koma í veg fyrir ólífutýnsluna því að samkvæmt ísraelsku lögum sem ekki eru samþykkt á alþjóðavettvangi þá sem sagt geta þeir eignast land ef að það er talið ónotað í 3 ár. Þannig að ef að Ísraelsmenn teljar eitthvað land sé ekki ræktað og ekki notað í 3 ár að þá megi þeir taka það yfir. Þannig að landránsfólki, það reynir að koma í veg fyrir uppskeru til þess að geta sagt, já þú veist það er enginn að nýta þetta land. Og þess vegna alltaf, eins og maður heyrir fréttir af því, að landránsfólkið að grýta bændur, brenna tré, og saga tré, brjóta ólífutré og gera allt til þess að koma í veg fyrir þessa uppskeru. Og það hefur verið sýnt að með viðveru alþjóðlegra sjálfboðaliða þá hefur ofbeldið svolítið minnkað því að þeir vita það að þeirra hegðun þolir ekki dagsljós og við höfum verið að birta bæði myndir og fréttir af þessum voðaverkum og þeir vilja það ekki og núna hefur verið mjög erfitt fyrir sjálfboðalið að komast inn og núna í haust þá voru 32 alþjóðlegir sjálfboðaliðar á vegum svona bændasamtaka víða í heiminum og voru á vegum svona bændasamtaka í Palestínu í Búrín þar sem eru mjög herskáar landránsbyggðir og það voru 32 alþjóðlegir sjálfboðaliðar sem voru handteknir og vísað úr landi og fengu 99 ára bann, endurkomubann. Já. Þannig að núna í haust þá í rauninni tók Ísraelsstjórn það eiginlega endalega held ég ákvörðun það að koma í veg fyrir alþjóðlega sjálfboðaliða við ólífutýnslu með því að vísa öllum þessum landbúnaðar sjálfboðaliðum út og banna þeim endurkomu í 99 ár. Þannig að til dæmis á ég núna held ég mjög erfitt með að fara og því að ef ég fer og verð sjálfboðaliði þá á ég von á því að vera vísað úr landi. Ég var þarna handtekinn síðast 2019, árið mitt fyrir COVID, þá var ég handtekinn. Ég man eftir því. Það var mikið fréttum hérna. Já, við vorum 2 íslenskar konur og 2 franskar. Vorum með mitt þarna líka nálægt Búrín, þar sem allir voru teknir núna í haust og vísað úr landi. En við vorum bara handteknar í 3-4 tíma og farðar á lögreglustöð og við náðum að hringja í borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins á leiðinni og að lögreglubílnum áður en símarnir voru teknir af okkur og allt saman. Þannig að með hjálp borgaraþjónustunar vorum við þannig leystar úr haldi og við erum í algjörri forréttindastöðu við Íslendingar við með þessa borgaraþjónustu að einhvern veginn hvert mannslíf, hvert líf skiptir svo miklu máli og borgaraþjónustan, þetta þekkist ekki annar staðar, fólk bara segir bara í alvöru, eru þið svona vernduð af utanríkisráðuneyti ykkar heimalands og finnst það alveg ótrúlegt.
En ég man ekki af hverju ég var að segja þetta. Já, en svo síðast þegar við sveit vorum að fara til Palestínu, bara jólin 2024, þá ákveðum við bara að fara að heimsækja vini og og bara líka á Vesturbakkanum, auðvitað vissu að við kæmumst ekki til Gaza, en við vildum bara heimsækja vini og sjá ástandið með eigin augum. Og við fengum bara leyfi til þess að vera í 8 daga. Þannig að núna, þú veist, var þetta mjög erfitt að fá leyfi. Sveinn var í yfirheyrslum í 8 klukkutíma og það leiddi til þess að við fengum bara 8 daga og máttum ekki fara til Jerúsalem, máttum ekki fara til Ísraels og vorum bara svona, fengum svolítið bara þann stimpil í passan að við værum svolítið hættulegt fólk. Og þannig að ég veit ekki hvort að við komumst aftur. Ég er ekkert mjög bjartsýn á það af því að þeir hafa verið að herða mjög tökin á alþjóðlegum sjálfboðaliðum. Og á Vesturbakkanum, ég meina á Vesturbakkanum, já. En það var ótrúlegt að koma þarna síðast í desember og sjá ástandi. Það voru náttúrulega einhver erlend, við vorum hann jólin og fórum í messu á aðfangadag og það voru einhver útlendingar, einhver, þú veist, alþjóðlegir starfsfólk, það er svo mikið af svona alþjóðlegum stofnunum eins og Jerúsalem, starfsfólk þeirra stofnana er bara farið. En það hefur til dæmis fjármögn til alþjóðlegra stofnana í Palestínu verið algjörlega skorið niður. Bandaríkin borga ekki krónu til alþjóðlegra stofnana og ekki ef það vinna með Palestínumönnum. Og þetta var bara hræðilegt ástand og þú veist það var ekki hægt að komast á milli bæja og þorpa, það voru allstaðar svona varðstöðvar, svona checkpoint og bara mjög erfitt að ferðast og komast á milli. Og þannig að þetta var svona síðasta ferðin en við vonum bæði til þess að komast aftur og við munum láta reyna á það þegar það verður opnað inn á Gaza. Sveinn og Félag Ísland-Palestína búin að safna miklu fé til gervifótaverkefnisins og það nú er 5.000 einstaklingar á Gaza búin að missa útlimi og fætur og fyrirtækið Össur sem nú heitir held í Embla. Er tilbúið í samstarf að fara í verkefni á Gaza leið og það opnast en það er spurningin hvort að Sveinn og ég fáum að fara með. Já, það er bara vonandi að hernámunni fari að ljúka þá komist þið. Já, ég vona að svo verði, ég er ekki bjartsýn. Nú er vopnahlé og það er látið óátalið af alþjóðasamfélaginu og það er til dæmis núna bara 4 vikum eftir að vopnahlé komst á þá var búið að drepa 250 íbúa á Gaza án þess að það er talið brot á vopnahlé samkomulagi. Það er hræðilegt ástand á Vesturbakkanum. Það eru meiri manndráp af hálfu landránsfólksins en nokkru sinni fyrr og það er líka látið óátalið. Það eru ennþá þessar miklu ferðatakmarkanir á milli bæja og borga. Þannig að Palestínumenn, þú veist, hvert samfélag er svolítið bara lokað út af fyrir sig. Og eins og við í alþjóðlegu fríðarþjónustu kvenna, við höfum ekki sendt sjálfboðaliða. Það fór 1 sjálfboðalið á okkar vegum í fyrra haust. Ungkona frá Svíþjóð, hún var handtekin og vísað á landi og fær ekki að koma aftur til Ísraels og þar með ekki til Palestínu. Ég var einmitt á fundi með henni, við erum alltaf að funda bara svona netinu, bara að fundi með henni bara í síðustu viku og við erum að reyna að halda starfinu gangandi þó við getum ekki sendt sjálfboðaliða í þessar aðstæður sem núna eru, en vonandi verður það. Já. Við höldum í vonina. Já. Það er svona það eina sem að hægt er og ég held að svona mínir palestínsku vinnir hafi einmitt kennt mér það svolítið bara svona manna best að það er vonin og trúin sem er ekki hægt að taka af þér þegar þú átt ekki neitt eftir þá er þetta svona það eina sem er ekki hægt að hrifsa burtu frá þér. Já, það er ótrúleg svona þrautseigja segla hjá palestínumönnum sem búa við þetta. Þú veist, ekki bara eins og núna síðustu 2 ár heldur bara í áratugi, kynslóð fram að kynslóð, þar sem að fólk hefur engin réttindi og maður bara nánast skilur ekki hvernig fólk getur lifað við þetta. En svo þegar maður hittir fólk á vettvangi, þá skilur maður það.
af því að það hefur þetta sterka samfélag. Það er svo sterkt samfélag meðal palestínumanna. Sterk fjölskyldutengsl, já, bara sterkt svona samfélagsnet. Þeir eru með svona, svona popular committees, svona í hverju einasta samfélagi sem svo heldur utan samfélagið, heldur utan einhvern veginn allt svona starf og þjónustu við íbúa. Þú veist, þetta er bara, já, það er ótrúlega sterkt svona nær samfélag. Já. Ég held ég hef nú sagt frá því hér áður en þegar það byggu hjá mér 5 menn frá Gaza. Við byggum saman í ábyggilega 2 ára meðan að þeir voru á svona utan kerfis hérna á Íslandi. Já. Og ég lærði ansi margt af þeim og miklu meira örugglega heldur en þeir af mér. En þeir sögðu við mig einhvern tímann að eina sem að það var gott að vera á Íslandi en ég sakna svo vita hvernig nágranni minn hefur það. Svona bara í næsta húsi. og þá hugsaði ég, já, þú veist, það er bara vegna þess að þeir eru svo að koma úr þannig samfélagi og bara frá þannig menningar heimi að þú ert alltaf að tjekka á fólkinu kringu þig. Já. Og mér fannst það svo fallegt. Bæði, þú ert alltaf að tjekka á fjölskylduðinni og svona stór fjölskyldunni og nágrununum og svo kemur, segi við aldrei vitað svona hvaða íslenska heiti þetta nota yfir svona popular committees sem að halda utanum svona hvert nærsamfélag og er svona bara svona, já, svona velferðarnefnd í hverju þorpi. Já. En heitir þessu skrýtna nafni, popular committees. Já. Og ég bara, já. Þetta, já, maður getur lært mikið af palestínumönnum hvernig eigi og mér finnst við líka trúin skiptir á miklu máli yfirleitt og þeir skilja ekki svona almennt svona trúleysi meðal Vesturlandabúa. Af því að þú veist fyrir þá sem að búa við þessar aðstæður að þá skiptir held ég svo miklu máli þessi trú að vita að lífið er ekki allt í bara þínum höndum. Það er eitthvað æðra. Og það er svo mikið í tungumáli þeirra sem vísar til trúarinnar og það er bara einhvern veginn að því að það er hluti af svona hugarfarinu, mentalitetinu að vísa til trúarinnar og þess að segja bara, þú veist bara, heyrðu við hittust á morgun, þá segja þeir alltaf, já, inshallah, sem þýðir bara, já, ef að Guð lofar, að því að þeir vita að lífið er ekki, þeir hafa ekki þessa stjórn á lífinu, lífið er eitthvað æðra og mér finnst það, ég skil mjög vel, ég er sjálf trúuð og ég skil mjög vel þessa þörf að þó að ég kannski sé ekki svona iðkandi trúar í þeim skilningi eins og margir iðka trú þarna úti, þá er það alveg mjög gjör ólíkt, en þá skilja mjög vel þessa tilfinningu, en hún er alveg alls ráðandi í samfélaginu þarna úti. Já, það er einmitt einn af þessum hlutum sem að ég lærði af þessum góðu vinum mínum og fyrrum sambýlismönnum, en það er einmitt þetta með trúna, hún er, hvernig hún er svona einhvern veginn grundvöllur alls og margir þeirra eru ekkert endilega svona strangt praktíserandi einmitt, en hún er alltaf einhvern veginn svona, hún svona vofir yfir þeim og þeir grípa hana svona einmitt með inshallah og bara hvernig þeir heilsast og hvernig fólk kveður og hvernig fólk býður þér verði þér að góðu með matinn, hvernig, þú veist, það er alveg ótrúlegt að, þú veist, svona vita svona hvernig tungumálið eins og var kannski á Íslandi áður fyrir, þar sem allir voru blessaðir og bara verður blessaður og allt þetta, en þetta er enn við líði og mjög sterkt og ég held að við getum lært þetta, við þurfum stoltið og mér finnst stundum við vera komin orðin of veraldleg ef eitthvað er, því að líka öll neysluhyggjan sem að ég er svo mótfallin og finn hvernig gegn sýrir samfélagið og gerir okkur eitthvað svona, hún er öll svo gegn þessu trúarlega. Þannig að mér finnst við stundum, ég er svona gamaldags að því leyti, mér finnst við þurfa að iðka einhverja trú. Ég er ekki gott fordæmi, ég er kannski ekki svona trúar iðkandi, en við þurfum einhvern veginn samt að finna að það er eitthvað meira en bara, þú veist, kaupmátturinn
og og græðgin. Já, svona tengja okkur, bæði hjartengja okkur en líka svona einhvern veginn og tengja hugan við eitthvað æðra. Eitthvað út. Núna þurfa allir að fara kannski í einhverja núvitunda því að fólk svo aftengt og neysluhyggjan aftengir fólk svo lífinu og maður finnur það þegar maður eldist hvað þetta slæmt, hvað mikið firring á bakvið græðgina og ekki endilega græðgi, þetta bara svona almenn svona neysla sem að verður svo, hún svo yfirgengileg í okkar samfélagi að þannig að, já, mér finnst við þurfa einhvern veginn að snúa við blaðinu. Þetta tímabil sem við erum nú að sigla inn í, þetta svona eitt af versta í lífi þeirra sem eru svona gegn neysluhyggjunni allavega. Svartur föstudagur, ég meina það fer að byrja og svo jólin. Og jólin einmitt þessi helgahátíð sem einhvern veginn orðin undir öllu plastdraslinu. Nú skal ég kenna eitt, segja frá einu, því að okkar fjölskylda, við erum svo lánsöm að við eigum fyrrum tengdason frá Kólumbíu, við eigum tengdason búin að eiga 25 ár frá Spáni og við eigum pólska tengdadóttur, áttum tíma danska tengdadóttur. Á Spáni, Marcos, tengdasonur okkar, hann innleiddi það í okkar fjölskyldu, svona jólagjafaleik, þar sem og við erum búin að hafa þetta í óteljandi mörg ár, að við erum bara með svona leik, þar sem maður gefur bara einum fullorðnum og þannig að hver fullorðin fær bara eina jólagjöf. Og það svo mikill léttir eftir þetta byrjaði og Marcos sagði bara einhvern tímann fyrir 15-20 árum bara, þú veist, þetta bara rugl þessi pakkar og maður var svo gladur þegar maður fékk útlenska augað á þetta og síðan þá höfum við alltaf bara haft þennan gjafaleik og á hverju ári þá bara drögum við hver gefur hverjum og en það má gefa börnunum en við höfum það í lágmarki og þannig að endilega ef einhver hlusta á svona spjall að vita hvort það með ekki bara búa til svona jólagjafaleik til þess að minnka til dæmis jólagjafainkaupin og svo má bara minnka allt í kringum þessi jól og allar þessar skreytingar og allar þessar umbúðir og fara að hugsa meira boðskap jólana og kærleikan og friðinn og milli manna sem að þarf að rækta því að friður kemur ekki til af engu, það þarf að rækta frið, það þarf að rækta kærleika og það það sem að okkur ætlað að gera. Ég sammála því. En áttu mörg systkini, Björg? Já, ég á 4 systkini. Já. Ég svo ótrúlega lánsöm í lífinu. Ég ekki búin að segja þér að það sem ég alltaf að segja við fólki. Ég segist við fólki að ég svona alvöru billjónir. Þó ég geti ekki kannski borið mig saman við kvótaeigendur, en þá finnst mér ég vera svona alvöru rík kona. Því að bæði ég og Sveinn erum af stórum fjölskyldum. Hann 1 af 6 og ég 1 af 5. Og það mikil svona blessun og mikil svona hvað segir maður, lífsgæði í stórum fjölskyldum. Svo eigum við okkar 5 börn saman og núna 10 barnabörn. Þannig að það ekkert smá svona Þeir eru svo palestínsk fjölskylda bara. Já, við erum svona stór fjölskylda og svo erum við eins og til dæmis alltaf jólin að þá erum við með Evu sem mamma stórubarnanna og Bjarna hennar manni og svo eru það eldri börnin 3 og yngri börnin og svo makarnir og svo barnabörnin orðin 10. Þannig að núna erum við 22 og þetta algjörlega stórkostlegt og það bara ekki hægt að verða einhvern veginn ríkari en ég Þannig að mér finnst ég svo lánsöm í lífinu og við erum í góðu sambandi við mín systkini og systkinabörn. Þannig að fjölskyldan og það svo gott að eldast af því að það stækkar svo mikið í kringum hann og auðvitað minnka þá líka samskiptin eins og milli systkina því að nú eru allir bara orðin afar og ömmur og tíminn fer svo mikið í barnabörnin og hraðinn í samfélaginu leiðir til þess að ömmur og afar hafa bara nóg að gera og ég svo líka
lánsöm að geta svona svolítið stjórna mínu tíma og síðustu ár þá hef ég alveg meðvitað minnkað við mig vinnu af því að ég get það, ég hef val af því að ég er fjárhagslega betur sett en margur annar. Þannig að nú er ég til dæmis bara í svona 50% föstu starfi fyrir utan kennslu og ýmislegt annað sem ég er að gera. Og mér veist það, og maður bara verður þegar maður á svona stóra fjölskyldu, þá getur maður ekki bara líka verið að harka í 100% vinnu. Og það er auðvitað, þú sumir þurfa þess og bara virkilega og gera það. En mér finnst mjög gott og það er bara hluti af mínu láni í lífinu að geta minnka við mig vinnu til þess að sinna fjölskyldu. Já, ég sammála því. Þannig að ég er svona fjölskyldukona. Þú ert mikið fjölskyldukona, ég heyri það. Svona að því að við fórum aðeins inn á tíman áðan sem að þú varst í borginni. Já. Hvað af þeim tíma, ég hef 13 ár í velferðaráði, hvað stendur svona upp úr frá þessu tíma? Það er voðalega margt sko, það er svo margt sem að... Það breyttist mjög margt á þessum árum. Það breyttist ótrúlega margt og það sem að mér til dæmis þykir vænt að hafa svona innleitt, en ég get ekki bara sagt það er bara mér að þakka. Það er að því að það er fullt af sérfræðingum sem er að vinna að hlutum og hafa verið að svona með í stefnumótun. En við þegar ég var formaður velferðarráðs þá breyttum við mjög miklu í þjónustu til dæmis við aldraða og fólk með fötlun. Og til dæmis þegar ég var formaður velferðarráðs þá var engin heimaþjónusta á kvöld og helgar og við settum hana á. Þannig að heimaþjónusta og það var út frá stefnumótun sem að við stýrðum það að þjónustan ætti að koma heim til fólks en ekki að fólk ætti að elta alltaf þjónustuna í svona þjónustuíbúðir. Þjónustuíbúðin gæti í rauninni komið heim til þín með þjónustu. Þannig að við settum á svona kvöld og helgar þjónustu og bara á næturnar líka. Akstursþjónustu aldraðra, hún kom inn þegar einmitt ég var formaður velferðarráðs út frá þessari sömu stefnumótun að aðstoða fólk við það að búa lengur heima. Og síðan var ég líka svo lánsöm að fyrsta þjónustan, NPA-þjónustan sem er notendastýrð persónlega aðstoð, hún kom inn þegar einmitt ég var formaður velferðarráðs. Það var náttúrulega, þú veist, löngu tímabært og hefur þróast mikið til hins betra frá þeim tíma. Við byrjuðum mjög smátt og allt þetta og öll velferðarþjónusta stýrist svo mikið út frá svona samningum milli ríkis og borgar fjármögnun því að sveitarfélögin hafa svo takmarkaða fjármögnunar möguleika. Ríkið hefur miklu meiri fé og betri fjármögnunar möguleika og til dæmis hjúkrunarheimilin eins og núna erum við enn alltaf að byggja meira og meiri hjúkrunarheimili og þurfum þess bara út frá fjölgun aldraða en við getum ennþá gert miklu betur í því að þjónusta fólk þar sem það er og ég er alltaf að heyra dæmi það að fólk fá ekki til dæmis heimaþjónustu til þess að fá aðstoð við að hátta, bara heyrði frá því í síðustu viku að maður sem að ég þekki sem að hefur fengið ítrekkuð heilablóðföll að bíða, þú veist, bara ennþá tiltölulega ungur og með mjög góða vitræna getu. Hann vantar þjónustu á kvöldin til þess að hátta og þarf alltaf að vekja konuna sína sem fer að sofa fyrr en hann og það gerir hana mjög þreytta. Og ég segi, af hverju ósköpunum ekki, þú veist, mitt heimaþjónustan að mæta þessum þörfum því að þegar aðstandendur eru orðið þreyttir, þá er farið að sækja hjúkrunarheimili og stundum er bara verið að gera það allt of snemma því að hjúkrunarheimili eru í rauninni og eru að þróast miklu meira í það að vera svona líknarstofnanir þar sem að fólk kemur bara á svo allra síðasta æviskeiði. Þannig að ég held að við getum gert mikið betur og bara líka sér samfélag og ég man að þegar við vorum að gera stefnu aldraða
ég man ekki hvað hún hét á endanum, en ég vildi að hún héti Tryggjum öldruðum erilsamt ævikvöld og það þótti ekki nógu fínt og það væri... Það er mjög skemmtilegt. Já, nákvæmlega, því að ég held að það sé í rauninni það sem við þurfum að gera. Við þurfum að tryggja ákveðin eril í daglegu lífi, að fólk hefur nógu fyrir stafni, fólk hafi hvað að gera. Já, bara valum það að og nú gera mismunandi. nú eru öldruðum að fjölga og nú til dæmis á borginni algjört basl við það að finna húsnæði fyrir kalla í skúrum sem eitthvað svona sjálfsprottin félagskapur kalla sem að vilja vera í smíðum eða tálgun eða einhverju skiluru. Það þarf einhvern veginn bara, og það eru þúsundir fermetra sem eru ónotaðir af húsnæði. Ég skil ekki af hverju það er ekki hægt að finna lausnir fyrir svona sjálfsprotna starfsemi og við eigum að gera einhvern veginn miklu meira. En þú veist að spyrja hvað ég væri svona stolt af í borginni, þá er það svolítið þessi, viðst mér, heimaþjónusta og akstursþjónusta og ég reyndi að koma breytingum á í ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk eða fólk með fötlun. Þannig að hún yrði meira eins og ferðaþjónusta sem að blindir hafa haft, þar sem að geta alltaf bara panta leigubíl. Já. En við reyndum að breyta því þannig, en það tókst ekki að því að ferðaþjónustan var sett inn í strætókerfið og það er bara of mikil stofnun til þess að geta verið svona lifandi þjónusta. Og með árunum ég, talandi um stofnanir, þá ég orðin svolítið anarkisti. Ég vil ekki þessar stofnanir og ég finn hvað fólk sem hefur þurft að reiða sig á stofnanir þreytt á stofnunum og ég alltaf að vinna með þessu unga langtíma atvinnulausa fólki af erlendum uppruna og það einhvern veginn búin að hitta fullt af félagsákjöfum og stundum sálfræðingum og hinum og þessum og bara þetta hópur sem var kannski upphafi líka svona brotthvarfsnemendur úr skóla og þau bara einhvern veginn þola ekki stofnanir. Nei. Og af því að það sama hvað margar stofnanir koma þínum málum þá breytir það engu. Af því að þær eru alltaf að fylgja eftir einhverju regluverki frekar en að hlusta á þig. Og þannig að núna finnst mér mjög gaman að vera að vinna þannig og í rauninni þegar ég stofnaði tækifærið þá var ég búin að finna það út að ég ætti 10 ár eftir að starfsæfinni og ég myndi vilja gera bara eitthvað sem ég bara langaði til þess að gera. Og það var það einmitt að gefa þessum hópi sem ég vissi að var hvað jaðarsettastur í samfélaginu, langtíma atvinnulaust fólk af erlendum uppruna, en líka þú veist að gera eitthvað sem að ég þyrfti ekki að vera með neina reglur og vinna algjörlega á þeim, bara á forsendum þeirra sem ég væri að vinna með og það er ótrúlega gaman að prófa og að vera bara án regluverks og án verklagsreglna og og það er bara alveg dásamlegt og það verður svo árangursríkt af því að og fólk verður svo ánægt og einstaklingsmiðað. Já, algjörlega einstaklingsmiðað. Það bara vinnur með þeim sem og það er ótrúlega skemmtilegt að vera að vinna svona sjálfstætt. Langar það ekki að vera borgarstjóri? Nei. Nei, það er ekki hvarflað að þér að fara í borgarstjóran núna næst? Nei, það er ekki hvarflað að mér. Það er ekki komið að máli við þig? Jú. Er það? Já, en ég er sko svona valdakona í Samfylkingunni á bakvið tjöldin. Já. Fólk veit það ekki endilega. En ég er formaður fulltrúar á Samfylkingafélaginu Reykjavík og síðustu kosningum þá var ég formaður uppstillingarnefndar til dæmis. Og ég er bara búin að koma mér í þá stöðu að vinna svona bakvið tjöldin. Ég og ég er bara held ég nokkuð góð í því. Þannig að ég ætla að vinna að því að það verði einhver sterkur listi sem að býður fram fyrir Samfylkinguna í borgarstjórnarkosningunum. Það verður prófkjör í janúar og ýmislegt og svo verður náttúrulega líka uppstilling hluti af listans.
Þannig að ég ætla svona að vera á bak við tjöldin. Þannig að ég má ekki einu sinni bjóða mig fram af því að ég í þessari stöðu. Þannig að ég alveg búin að koma í veg fyrir það að ég geti bjóðið mig fram. En hvernig, þú ert nú svona vinstramegin í veröldinni. Já. Og Samfylkingin nú svona á miðjunni og oft daðrað svona við hægrið í pólitíkinni. Hvernig finnst þér að vera í svona breiðfylkingu? Finnst þér ekki erfitt svona sem vinstri konu? Nei, ég hef alveg ég var í VG til dæmis í gamla daga og oft var það sagt við mig þegar ég var í VG, já þú ættir að vera í Samfylkingunni. Vegna þess að ég hafði svona ákveðin svona skilning á rekstri og pabbi var atvinnurekandi og tengdapabbi og tengdamamma voru atvinnurekendur. Það var svona og ég hef ákveðin svona fjármálavit og ég og mér finnst svona rekstrar og eignarhaldið ekki alltaf skipta máli. Heldur svona hvernig það næra mæta þörfum fólks. Og þá var stundu sagt við mig að þú ættir að vera í Samfylkingunni. Og svo kem ég í Samfylkinguna og þar bara mjög mikið af róttæku fólki. Fólki sem komur Alþýðubandalaginu og ákvaða að hlýta bara, þú veist, svona þessari lýðræðislegu ákvörðun að verða hluti af þessari breiðfylkingu. Og núna til dæmis, eru við í ríkisstjórn og það ekkert alltaf auðvelt og það fullt af atriðum sem að getur gagnrýnt sem verður að gera. En við ræðum það innanhús og stundum, og ég var einmitt að segja það við ykkur áðan, að stundum þegar við erum að ræða hlutina og auðvitað eru gagnrýnar raddir hjá Samfylkingunni ýmislegt, til dæmis eins og umhverfismálum og útlendingamálum og fleira. Og þá alltaf ykkur sér réttur upp hönd og segja, heyrðu þið muni hvernig sósíalistaflokkurinn fór? Og því að við viljum ekki alveg vera viðra skórhinu nærböksunnar út á snúru. Nei. En auðvitað þarf að taka svona umræðu og það af hennu góða. Og mér finnst einmitt Kristrún, ég mjög hrifin af henni og hún hefur mjög mikið til dæmis verið að stappa stálinu í okkur sem að stöndum algjörlega óhikað með Palestínu og sagt bara að það bara mjög gott fyrir stjórnvöld öll þessi mótmæli. Það algjörlega bara frábærlega mikilvægt. Við erum að gera okkar besta eins og þú veist við getum og teljum okkur geta gert. En þú veist bara finnst þér þau ekki geta gert eitthvað meira? Finnst þér þau samt ekki alveg geta gert aðeins meira? Það getur vel verið sko, en hún segir bara hafið þið hátt, berjið á dyrnar, þú veist, verið þið, þú veist, öflugt, því að það veitir ekki af, ég meina það ásist að þjóðamorð, þú veist, hún getur sagt það þú veist, hún getur ekki sagt það opinberlega, þú veist, þá veit hún og þú veist, og maður finnur hvað það skiptir hana máli að þessi málstaður sé og Samfylkingin hefur alltaf haft bæði frumkvæði í málefnum Palestínumanna, í málefnum Palestínu og til dæmis á fyrsta landsfundi Samfylkingarinnar árið 2000 kom Mustafa Barghouti hingað til landsins, læknir og mikill talsmaður Palestínumanna og þá var Össur Skarphéðinsson formaður Samfylkingarinnar og svo var það Össur Skarphéðinsson var utanríkisráðherra 2011 þegar Alþingi samþykkti að sjálfstæði Palestínu mótatkvæðalaust og þannig að þú veist Samfylkingin hefur alltaf svona staðið með þessu. Og lagði fram frumvarp var það ekki viðskiptaþvinganir sem að svo ekki fór í gegn. Akkurat. Nei. Þannig að þú veist kannski hefur við getað staðið okkur betur eins og þetta og ég skil ekki alltaf rök ríkisins af hverju við erum ekki búin að segja nei við þessum rapid samningum og þú veist og eitthvað svona en svo það bara og ég bara þekki það frá því ég var í borginni þú veist það eru ótal sérfræðingar og lögfræðingar sem segja þú veist það má ekki gera þetta út af þessu og það má ekki þú veist það er eitthvað svona og svona samningar og hitt og þetta sko. Þannig að þetta er flókið og það er erfitt og það er einhvern veginn allt öðruvísi að vera við völd en að standa utan við þetta. Þannig að ég í góðu samstarfi við mitt forystu Samfylkingarinnar en ég líka yfirleitt alltaf á mótmælum og hrópa hátt og tala mjög ákveðið fyrir rétti Palestínu og til sjálfstæðis og þú veist gegn þjóðamorðinu og allt það. Þannig að stundum verðum að bara vera báðum megin.
En núna ríkisstjórnin, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, nú svona gagnrýnd mikið undanfarnar vikur fyrir svona harðlínu útlendingastefnu. Hvað finnst þér það? Ég bæði skil og skil ekki hvað í gangi. Það bara, ég skil það á vissan hátt. Þú veist, ég búin að vera núna í aukastarfi sem félagsráðgjafi í þjónustuteymi Grindavíkur í 1 ár og kom strax inn í, þá var einmitt að klára sitt námskeið hjá mér. Þegar hamfarirnar voru í nóvember 2023, þá kom ég inn í húsnæðisteymi Grindavíkur, af því að ég var bara akkurat einhvern veginn að klára verkefni og eins í fyrra haust, þá var ég líka að klára enn eitt námskeiðið og var þá fengin inn í þjónustuteymið og þarna mistu 3.800 manns heimili sitt og þurfti að fara út á húsnæðismarkaðinn. Húsnæðismarkaðurinn var í gríðarlegri spennu áður og síðan og ástæðan allur þessi fjöldi útlendinga sem að koma til Íslands bara til þess að vinna, fólk innan Evrópusambandsins sem hefur hérna öll réttindi. Síðan eru allir túristarnir sem að taka yfir allt Airbnb húsnæðið, taka yfir náttúrulega öll hótelin sem að byggjast upp á lóðum sem eru lausar. Verktakarnir þeir byggja dýrar og stórar íbúðir sem eru alls ekki það sem vantar. Það vantar minni íbúðir, það vantar ódýrar íbúðir. Það bara ekki byggt og það hægt að skamma sveitarfélögin fyrir það að vera ekki nógu skýr í skipulags skilmálum það að láta byggja ódýrara og minna og þannig að núna að taka svona hart á útlendingamálum kannski bara afleiðing líka af því hvað innviðirnir hafa verið spenntir og það ekki, þú veist, innflytjendunum að kenna, þú veist, eða flóttafólkinu. Það þú veist, túrismannum að kenna og svo þetta áfall þegar þarna þurfti að rýma Grindavík og þeir þúsundir komu inn á húsnæðismarkaðinn. Við erum ennþá, þú veist, að vinna okkur út úr því og það var einhvern veginn miklu meiri svona, það hafði svo mikil áhrif í rauninni á húsnæðismarkaðinn. En þetta beinist samt aðalega að flóttafólkinu sem kannski þessi minnsti hlutur. Já, það skil ég ekki alveg, því að þeir eru langminnsti hlutin af þessu. En þú veist, árið 2023 og 2024 þá kom þá var Ísland mjög opið fyrir flóttafólki. Já, opnaði fyrir Úkraínufólki og Venesúela. Já, fyrir Venesúela fólki, en ekki á sama hátt fyrir palestínumönnum og ég þekki það til dæmis og þekki mjög vel palestínumönn sem hafa verið að fá neitun og mér finnst það mjög skrítið með þess að fólk frá Gaza hefur verið að fá neitun. Já, og senda til einhverja Evrópuríkis. Ég reyndar þekki hjón með 2 börn sem á að senda til Gaza, en ég veit ekki alveg hvernig. Svona skil ég ekki. Nei, þetta og bara get ekki skilið. En það þarf að, þú veist, kerfið þarf að vera miklu einstaklingsmiðaðra og skoða aðstæður hjá fólki. Því að það verið að fleygja fólki með offorsi úr landi sem að ég skil ekki. Og nú að fara að fangelsa þau? Já, eða þú veist, já, og það svo margt sem ég skil ekki. Sem að en ég skil að það þurfa að setja, þú veist, það þarf að setja einhverja hömlur á meðan það á sér stað einhver uppbygging. Þannig að þú veist, innviðirnir verða að geta tekið þú veist, líka við. Þú veist, skólakerfið orðið, þú veist, það orðið mjög mikil þreyta í skólakerfinu, í heilbrigðiskerfinu og mjög víða og það ekki endilega vegna flóttafólksins, það út af bara öllum þessum fjölda sem að hér tímabundið annarkvæmt sem ferðamenn eða til þess að þjónusta ferðamenn og allt þetta. Þetta stóri vandinn. En þú veist, þetta kannski eina sem að einhvern ríki telur sig geta haft stjórn á og Ísland að reyna að miða sig við Norðurlöndin sem að hafa verið að loka
og segi, býtu, af hverju, þú veist, banki ekki upp á í Danmörku eða í Englandi þar sem er ekki tekið við flóttafólki og ekki verið gert í mörg ár. Þú veist, af hverju banki ekki upp á líka annar staðar. Þannig að, þú veist, þetta bara... Það er nú ekki að tekja á móti flóttafólki í Englandi, held ég. Nei, þeir hafa nú algjörlega lokað. Já, ég þekki nokkra sem hafa komist þangað inn eftir að hafa reynt hér. Já, ok, já. En þetta svona, sko, þú veist, mér finnst þetta, já, ég held að það verði að setja einhverjar hömlur. En eru ekki að setja á svo vislusann stað? Jú, kannski, jú. En svo skil ég ekki, þú veist, þetta, þú veist, þegar maður heyrir af einstaklingsmálunum, þá skil ég ekki þetta offors að fleygja fólki úr landi. Nýlega var verið að senda einhverja fjölskyldu frá Úkraínu með nýfædda tvíbura. Já, frá Dagestan. Dagestan, ok, já, ég mani þetta ekki og ég bara framsendi einhvern post á Facebook alveg brjáluð, sko, og þú sér hvað ég vil lesa þetta vel, sko, en ég alveg til í að, þú veist, að banka og gagnrýna núverandi ríkisstjórn fyrir það sem verið að gera og ég skil ekki af hverju ekki hægt að biðja þá sem að vinna við þetta að skoða mál meira einstaklingsbundið og börn. Manni finnst alltaf alveg svona sérstaklega vont að horfa á eftir börnum einhvern veginn, út í óvissuna aftur. Algjörlega. Og við börðust nú hérna fyrir Jasan tíma og það tókst að bjarga honum hingað til lands og það stundum hægt, en ég held að við þurfum að gera meira og horfa. Og ég held að já, ég bara eiginlega býð eftir því að það verði bara meira að skoða til dæmis Útlendingastofnun og hvernig hún starfar og nefndir undir henni eins og kærunir útlendingamála og síðan lögreglan og þetta brottfarar teymi eða hvað heitir það, brottflutningsteymi Útlendingastofnunar og allt þetta. Ég held að heiti núna heimfara þjónustudeild. Já, eitthvað svona. Ég held að þú veist það verða að gera betur. Það alveg fáránlegt dæmi mjög grófa brottvísun á fólki sem gerir ekki neitt annað en að í rauninni að bæta okkar samfélag. Þannig að ég get alveg sagt það. Akkurat. Það eru... Já, nú háskólinni mitt, nú líka verið að tala nemendur í háskólanum. Að hér séu nemendur frá Pakistan og Ghana sem að misnoti íslenska háskóla til þess að fá vísa. Ég verið reyndar séð ansi marga mótmæla þessu. En þetta eitthvað svona sem að vísu dómsmálaráðherra heldur fram og opinberu vettvangi. En finnst þetta ekki svolítið vont svona í vinstra hjartað? Ég sá bæði og, sko, ég nefnilega, sko, ég veit að þetta og held að þetta sé alveg misnotað og ég held að við eigum að gera regluverkið þannig að það sé ekki vera misnotaða. Þú veist, háskólinn hefur talað mjög fyrir því. En þó ekki með þeim hættið að komi niður á þeim sem ekki misnota? Algjörlega, já. Þú veist, þannig verður alltaf regluverkið að vera. Það á ekki að misnota reglur og en við verðum líka að taka á móti fólki sem einmitt vill mennta sig hér og hefur bæði getu burði til þess og taka vel á móti þannig fólki. En þú veist, já, það þarf stundum að hafa regluverkið. Þú veist, reglur eru bara mannanna verk og það þarf að breyta því. Þú veist, bæði stundum að herða og losa. Þú veist, á sama tíma. Þú veist, við þurfum, þú veist, reglur eru bara, þú veist, það má breyta reglum og það má breyta lögum og við eigum að gera það. Og stundum held ég að við megum herða og stundum þurfum við að losa og ég held að í þessum útlendingamálum að þá sé þörf á hvoru tveggja. Þannig að ég svona og þá ég að tala einmitt sem félagsráðgjafi sem þekki vel innviðina. Þú veist, maður stundum, þú veist, hugsjónin eitt að þú veist að vilja bara einmitt opna fyrir flóttafólki og þú veist flóttafólki á eftir að fjölga gríðarlega á næstu árum. Þú veist það mjög ófriðsamlegt í heiminum. Loftslags flóttamönnum á eftir að fjölga gríðarlega
og þar með líka efnahagslegum flóttamönnum að því að loftslagsbreytingarnar taka lífsviðurværi af fólki og allt þetta og svo náttúrulega. Þannig að við verðum að vera tilbúin undir það og það kannski fáir að tala um það hvernig við viljum sjá þetta í framtíðinni. Þannig að ég held að við verðum að hafa samfélagi sem opnast. Við verðum strax að fara að byggja húsnæði sem getur tekið við fólki, byggja ódýrari minni einingar, miklu minni íbúðir, ekki hafa allt eftir einhverjum stöðlum sem að lætu bara allt stækka og við verðum að endurskoða þetta og það er það sem að ríkisstjórnin þó að gera. Jóhann Páll, hann hefur verið að skera mér mikið niður þetta, þú veist, þessi óþarfa eftirlit til dæmis í byggingarleifum og svona og verða að breyta því eitthvað en þannig að við þurfum að búa okkur undir miklu fleira af flóttafólki. Þú veist, það er eitt og ég vil að við gerum það en þú veist, svo verðum við líka að finnst mér á meðan ástandið eins og það að setja hömlur þar sem að hægt að setja hömlur og ég veit að þetta að þessi nemendaskráning í háskólanum, hún ekki rétt og maður verður bara að trúa líka því sem að það sagt og þó að það vil líka komið önnur sjónarmið fram. En svona frá rektor og kennurum samt, sem eru á gólfinu. Þeir eru með svona allt annað sjónarmið, heldur en dómsmálaráðherra sem svo eina sem heldur þessu fram. En hún hlýtur að hafa einhverjar upplýsingar sem engin annar hefur. En ég held að við verðum bara að vera bara miklu sveigjanlegri. Ég held að sveigjanleiki sé eitthvað sem að vantar í kerfið. Manneskjulegri og sveigjanlegra kerfi. Við erum of stofnanarleg. Og först í einhverju reglum og þú veist, og reglur eitthvað sem maður má breyta. Þannig að ég segi alltaf bara breytum reglunum. Þú veist, það ekkert vandamál. En það á ekki alltaf að breyta þeim á einhvern einn veg. Það þarf stundum að breyta þeim á annan veg ef ástæða þykir til. Ég þekki þetta ekkert í ég þekki þetta þessi námsmannamál ekkert í grunninn en mér hefur fundist að alveg vera svona bara það sem ég hef lesið, einhver rök fyrir því að herða þessar reglur en þú veist ekki að loka á, heldur herða reglur og margt skil ég einmitt af því að ég alltaf að vinna sem félagságjafi einmitt meðal annars í húsnæðismálum og þekki bara hvernig ástandið á markaðnum og ég þekki það bara vinir mínir að reyna að leita að litlum ódýrum íbúðum, stúdíóíbúðum, einhverju sem kostar ekki, þú veist, 70% af launum þeirra og það bara algjörlega óvinnandi vegur og það bara, og þetta stóra vandamálið í samfélaginu í dag að ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn, hvorki náttúrulega alls ekki sem eigendur eins og lánakerfið heldur ekki sem leigjendur af því að svo stór hluti teknanna þarf til þess að leigja það sem í boði. Við erum með fullt af auðu húsnæði sem bara algjörlega óhentugt og það enginn að mæta þörfum þeirra sem að þurfa svo sannarlega á viðráðanlegu húsnæði að halda. Akkurat. Það langaði ekkert eftir til Blönduós. Ferðu eitthvað oft þangað? Ég komin hálfa leið. Það það? Já, ég og Sveinn, við erum svo vel sett að við erum búin að koma okkur upp sumarbústaði í Borgarnesi og svona í staðinn fyrir að kaupa sko heilsáshús einhvers staðar í svona sumarbústaðabyggð þá keyptum við íbúð í þríbýlishúsi í Borgarnesi og erum þar komin svona með annan fótinn. Sveinn bara nýhættur að vinna og ég ennþá í vinnu en þegar ég hætti líka að vinna þá held ég að við verðum þar einmitt svolítið með báða fætur en mér hefur alltaf langað að einmitt búa út á landi og núna með því að svona setja okkur niður í Borgarnesi þá erum við komin hálfa leiðina eiginlega á Blönduós og ég komin líka langleiðina á... Ertu svona lúmst, svona íta Sveini í átt að
að æskuslóðunum. Já, ég í saumaklúbb á Blönduósi, þannig að þegar ég farin að búa í Borgarnesi, þá sé ég meira möguleika á því að komast í saumaklúbbin minn. Já. Og núna ég alltaf bara, við erum alltaf eina helgi á ári, allar saman sko, einmitt einhvers staðar miðsvæðis, því að flestar búa á Blönduósi. Við vorum til dæmis 4 vinkonur frá Blönduósi sem bjuggu saman hérna í Reykjavík á menntaskóla árum. Og hinar 3 eru allar bústæðar á Blönduósi og minn árgangur mjög mikið þar sem sagt fyrir norðan og ég bara á frábæra vinkvennahóp þar þannig að ég að færa mig aðeins út á land og svo allir afkomendur ömmu minnar við eigum saman jörð á Snæfellsnesi og þar erum við voða mikið á sumrin þannig að það verið í Borgarnesi líka svona nær Snæfellsnesi og mér langar svolítið út úr borgar umhverfinu svolítið og þú spurði hvort ég vildi ekki vera borgarstjóri kannski væri ég frekar góður kandidat í að vera bæjarstjóri út á landi Mér líst vel á þetta það ekki? Jú, mér líst bara mjög vel á það en áttu ekki eftir að sakna þess að vera í Breiðholtinu samt þú varst nú svo mikið Breiðholtskona Já, ég flutti mig til Breiðholtið 1979 þegar ég byrjaði fjölbyrti Breiðholti og átti heima á 5 stöðum í Breiðholtið á meðan við vorum á leigumarkaði ég og vinkonur mínar og bróðir. Af hverju ertu svona hrifin af Breiðholti? Þá bara vorum við sem vorum utan á landi, við bara fórum í Breiðholtið. Af því að þú veist, það var ekki einhvern veginn stemming fyrir því að fara eitthvað miðsvæðis í borgina. Við vorum sem sagt, þá bara stutt frá Vesturlandsveginum og stutt heim. Ég til dæmis bara fór ég alltaf á puttanum á Blönduós þegar ég var í Fjölbraut og þá kom man að þetta ekki strætó upp á Vesturlandsveg og farið bara á puttanum heim. Já, þú hefur væntanlega lent í einhverjum ævintýrum þannig. Já, ég hefur lent í ævintýrum þannig, en sloppið alveg ótrúlega vel, en lent í alls konar vitleysu mönnum, svona perrum. Já, en ég myndi ekki láta það stoppa mig og bara síðast bara í fyrra, þá fór ég á puttanum frá Borgarnesi í bæinn og ég hef tvisvar gert það reynda núna á síðustu það eru svona 4 ár sem við keyptum okkur sumarbústaðinn okkar í Borgarnesi sem að verður vonandi meira en bara sumarbústaður í framtíðinni. En núna erum við sveit búin að búa í Efra Breiðholti saman í 21 ár á dásamlegu stað, alveg við Elliðaárdalinn og ég eiginlega, sko, það er bara svo dásamlegt að búa í Breiðholtinu, svona nálægt náttúrunni. Við áttum heima, ég eldi svo Svein þegar ég átti heim í Breiðholti þegar ég kynntist honum 1987 og flutti svo til hans 1988 á Sólvallagötu. Svo fluttum við austar í Lönguhlíð og svo í Glaðheima og þar í 9 ár og síðan erum við búin að vera 21 ár í Breiðholtinu. Þú tókst þetta í skrefum og þú ert að gera það aftur. Já, ég tók þetta í skrefum, en mjög ákveðið. En þú ert að gera aftur það sama þá. Já, Blönduós. Í áttina Blönduósi. Já. Ég svona meira sveitastelpa en borgarbarn, sko. Já. En það er ekki allir sem myndi trúa því. Þú varst svo lengi í borginni. Já, fólk man svolítið eftir mér úr borginni, en ég svona og mér finnst líka gaman að svona eins og borgarskipulagi og svona og því sem að gerast en ég og líka sko sumir vilja búa miðsvæðis út á menningunni og ég talsverður svona menningarneytandi fyrir mikið í leikhúsin og á tónleika og svona en bara á bíl og við sem að búum í Breiðholti, við kannski viljum bara hafa okkar enga bíl þannig að þú veist, ég þarf ekki að búa endilega miðsvæðis til þess að vera svona menningarneytandi en já, þannig að ég bara það hægt að vera hvoru tveggja sko búa í úthverfi en sem sagt að vera líka sem sagt í menningun og hringiðinu niður í bæ sko þegar maður velur þar þegar maður velur það en þú veist það er gott að hafa valið já, þú veist, ég í þessari stöðu lífsins þar sem ég hef val sem að svo margir hafa ekki og það finnst mér vera, það stóra samfélagslega verkefnið okkar að horfa á aðstæður þeirra sem hafa ekkert val hvernig getum við gert þeim lífið auðveldara og já Akkurat. Það stóra verkefnið í lífinu sko og þeirra sem eru sérstaklega þeirra sem búa ekki við svona sjálfsögð mannréttindi í heiminum og ég hef svona, þar liggur svona áhugi minn og ég held eins og ég bara kom inn á áðan þó að ég kannski
sé ekki alveg á no borders línunni, heldur svona, vilji, bæði opna landið, en þá vil ég en líka setja einhverjar hömlur, en þá vil ég bara fyrst og fremst að landið okkar og öll Vesturlönd fari að taka raunhæf skref í því að undirbúa sig undir holskeflu breytinga í heiminum. Það verða alveg brjálæðislega breytingar framundan og ég skil ekki af hverju við erum ekki löngu vöknuð upp við það sem það þarf að gera. Því ég held að það sé miklu meira en okkur óra fyrir, en flestum. Já. Þú ert mikill friðarsinni. Og ég man nú eftir því að hafa mætt einhvern tímann í mat í friðarhúsinu sem að þú eldaðir. Já, ég eldaði nokkuð oft þar á árum áður. Þar kemur einu sinni fyrir hvað ég góður kokkur. Já, sko. Og þar eldaði maður í friðarhúsinu fyrir 60 til 80 manns. Já. Og það hefur mér alveg tekist bara með mjög góðum hætti. En svo hef ég ekki haft alveg lappir í það svona á seinni árum, sko. Ég er það er þrisvar búið að skipta hné í mér, af því að, ég segi stundum ég er með 3 ný hné, en þar að þetta er tvisvar að skipta á hægri fæti og ég er svona kljást í svona gigt, en þó að það stjórnir nú ekki alveg lífi mínu, en þá stjórnar það því að ég hef ekki verið að elda síðustu svona örugglega 8 árin í friðarhúsinu. En væri alveg til að í það með svona góðri hjálp, sko, einhvern sem að stendur við pottana. Ég get verið að svona setja kryddin í og svona. Því að ég fann það daginn, þá var ég með þarna Úlfljótsvatni að elda fyrir 21 útlending sem að voru í útivistarbúðum á vegum tækifærisins. Við vorum að þjálfa fólk frá Evrópulöndum í að vinna með jaðarsettum ungmennum með aðferðum útivistar. Af því að við í tækifærinu, við erum alltaf að fara út með okkar þáttakendur. Af því að, og ég held að það sé lykillinn á okkar árangri, að við trúum á það, að það bara að fara upp úr sófanum og út að ganga, út í sund, bara vera úti, það skiptir svo miklu máli. Þannig að núna vorum við að kenna fullt af fólki frá Evrópu þetta og ég var að kokka og það alveg fór mér lappirnar á mér. Þannig að ég get ekki alveg kokkað svona mikið núna. En ég er góð í því, en við vorum að tala um friðinn. Ég var einmitt að horfa á svo skemmtilega mynd núna á RÚV bara í vikunni því ég var að hvíla mig eftir Úlfljótsvatn hana Rósu Luxemburg sem að er svona var svo mikil friðarsinni og barðist fyrir því og þar einmitt voru sósíaldemókratarnir í Þýskalandi, þeim greindi á það hvort að það ætti að fara í herinn eða draga sig út úr hernaði og trúa friðinn og hún var í þeim hópi sem vildi trúa friðinn. En sósíaldemókratarnir í Þýskalandi, þeir völdu að fara í herinn og fara í stríð. Núna á stríðstímum þá skiptir friðarhreyfingin svo miklu máli og ég held að við verðum að ástunda þennan frið og byrjum hjá okkur sjálfum og ég er ekki hrifin af þeim vígbúnaði sem við erum að horfa upp á núna með stórauknum framlögum til hernaðarbandalaga. Ég er ekki hrifin af NATO. Og eins og mjög margir í samfylkingunni. Samfylkingin er ekki bara NATO-flokkur, eins og þó hann sé það formlega, það var bara ekkert svo langt síðan það var landsfundur samfylkingarinnar, þá komu ungi jafnaðarmenn með tillögum að ganga úr NATO og það var bara svona 45-55, það voru 55% sem sögðu já við skulum verið í NATO, en það var næstum því helmingur sem að vildi ekki verið í NATO. Áhugavert. Já. Og en við þurfum að friðarhreyfingin þarf að eflast. Já, við erum nefnilega með svona hernaðarsáttmála og varnarsáttmála og hernaðarbandalög en engin friðarbandalög. Já, það er einmitt rétt og ég held að við þurfum að koma þeim á laggirnar. Og MFIK, menningar- og friðarsamtök íslenskra kvenna, ég er nú þar eins og í svona ýmsu, að þau eru stofnuð
alveg bara í upphafi 20. aldarinnar, 1900 og kringum fyrri heimstyrjöld, erlendis, og þetta svona ángi af því og svona alþjóðlegt friðar bandalag, einmitt svona friðarsamtök. En þetta bara hefur svona þróast í það að vera bara svona, aldrei verið svona fjöldasamtök á Íslandi. Þannig að þetta varð tíma 1980 eitthvað, þegar einmitt kjarnorku fólk upplifði svo mikla kjarnorku ógn sem að fólk ætti að upplifa í dag, sömu ógn. En ég man mjög vel eftir þessu þegar ég var einmitt í menntaskóla að þessa kjarnorku ógn. Þá voru svona alls konar friðarhreyfingar sem að voru að poppa upp á Íslandi, eins og læknar fyrir friði, friðarfóstrur eins og það hét þá, og svona fleiri starfsstéttir, og vonandi bara erum við bara stutt frá því að svona bylgja komist aftur upp, svona friðarbylgja. Ég alltaf að trúa því að unga fólkið það fara að trúa á friðinn og kærleikan og fari úr þessari neysluhyggju og neyslu og rugli sem á sér stað, og því að það er engin framtíð í því, það er bara framtíð í friðnum. Og þetta er svona, ég þarf að tala um að friðurinn sé svona hinn kvenlæga nálgun, og þú myndist einmitt á svona kvennarhreyfingu innan friðarhreyfingarinnar, en þú hefur nú líka verið mjög virk í kvennarhreyfingunni, bara svona almennt. Já, ekki mjög mikið, nei. Ég til dæmis var í Alþýðubandalaginu þegar kvennalistinn var og hét, og en ég stalst einu sinni til þess að kjósa kvennalistan þegar ég var í Alþýðubandalaginu, af því að var svona heillaðist með, og ég er bara mjög stolt af því að hafa svikilit. Og auðvitað styð ég kvenfrelsisbaráttu, og það bara án feminisma væru við á, þú veist, 1000-falt verri stað. En núna þarf svona stóra fjöldahreyfingin sem að þarf að eiga sér stað í dag friðarhreyfing. Og ég er stundum að bíða eftir því að það komi upp svona ný hippakynslóð sem byrjar að syngja friðarsöngva, þú veist. Það voru kannski þegar þau losa sig svona við símana og svona hávaðan. Love and peace, ást og friður, hvenær, þú veist, er það ekki það sem við þurfum? Og ég held, veit ekki hvort að fólk myndi fylgja sér svona gamla kettlingar eins og í kringum mig, en þú veist, það þarf... Af hverju ekki, samt? Já, kannski á maður bara að fara meira í það. En ég held að ég sé að gera svo góða hluti í tækifærinu og í bara, þú veist, og bara sem fjölskyldukona, þá er ég að reyna að rækta kærleikan í mínu nánastu umhverfi. Það auðvitað, og ég meina það er talað um það að heimurinn verður ekki bættari á meðan þú ert kannski eitthvað krumpaður inn í þér sjálfur. Nei. Ég held að ég sé nú bara nokkuð sátt líka inn í mér. Já, það var gott. Þá getur þú kannski farið að þá getur maður gefið af sér. Já, maður getur gefið af sér. Ég er alveg til í baráttuna. Ég væri til. Og ég er bara, ég er til í það að fara að berjast fyrir friði. Já, finnst þér við á villigötum Íslendingar, við erum þú sagðir auðvitað að við værum ekki alveg sátt við þessa stefnu að vera að setja meira fé í hernað og hernaðarbandalög. En hvernig getum við orðið aftur þessir friðarþjóð? Við köllum okkur lengi vel friðarþjóð. Friðarþjóð og vera utan... Ekki með her. Ekki með her og svona. Maður segir ennþá frá því útlendingum og þú veist, hér er ekki her og... En nú nú hansi fjölmennur bara hérna á Reykjanessu. Á miðnesheiðinni og það er aftur að byrja og bara átt sér stað einhver miklu meiri uppbygging held ég en flestir gera sig grein fyrir. Ég held það nefnilega líka. Og ég hef heyrt af því en ég veit það ekki. Ég held að séu yfir 1000 manna herlið og kannski þarf bara meiri rannsóknarblaðamennsku það, hvað á sér stað einmitt á miðnesheiðinni og ég var alveg til í að lesa slíkar úttektir og ég held að það yrði mörgum svona til þess að opna augu margra ef við fengjum almennilega rannsóknarblaðamennsku þetta
og og ég kannski skil ekki eins og bara það búið að vera ófriðvænlegt í heiminum af hverju það ekki meiri svona fjöldahreyfing með friði og ég var einmitt að sjá sko í fréttum í gær svo falleg mótmæli í Lettlandi þar sem ríkisstjórnir að koma sér undan sáttmála kynbundið ofbeldi og það voru svo og ég skil mjög vel þá sem að fóru að mótmæla því og þetta bæði beinist gegn konum, minnihlutahópum, hinsegin fólki og þetta bara hræðilegt að Lettland sé að verða svona bara hálfgeitt fasista ríki sem að ætlar sér að koma sér undan Evrópusáttmála gegn slíku ofbeldi en það virðist vera raunin en mér fannst mótmæla hreyfingin sem var að vera að sýna myndir frá hún var svo falleg og það var svona fjöldasöngur og ég hef hugsa að það akkurat svona sem ég vil. Það var Lettlandi mitt, ég fór til Lettlands ég var í Ríga í desember í fyrra og þá var ég einmitt að læra þetta er mjög þekkt baráttu aðferð þar í landi. Þetta var þegar að svona síðast þegar að viðblasti svona fasísk ógn og fólki greip til sinna ráða þá það leiddist svona eftir göttunum og söng. Já, það var, þú veist, ég bara þetta reitt af þessu svona sem hefur snert mig undanfarið, það var að horfa á þessi mótmæli og ég hugsa óbúðslega falleg mótmæli og það var svona eins og fríðarhreyfing sem vildi frið fyrir hönd þeirra sem að bara frið gegn ofbeldi og já, þannig að það til svona fallegt hreyfing og ég held að við höfum jarðveg fyrir mikla breytingar hér á landi líka og já. Ég er sammála því Björk. En nú ætla ég að hleypa þér heim til fjölskyldunar. Í Borgarnes? Í Borgarnesi? Auðvitað! Já, dásalegt. Það er búið að vera æðislegt að fá að spjalla við þig. Við fylgjumst áfram með þér. Ég veit að þú ert hvergi nærri hætt í baráttunni, hvort sem það fyrir friði eða Palestínu. Nei, alls ekki. Hvoru tveggja. Bæði fyrir friði og fyrir Palestínu, fyrir mannréttindum, hvar sem gegn ofbeldi og og bara fyrir bara rétti fólk sem jaðarsett í samfélaginu. Þar svona liggur hjarta mitt og mér langar svo á meðan maður hefur einmitt starfsgetu og að vinna fyrir þá sem eru jaðarsettir í samfélaginu. Og ég er bara mjög glöð að fá að vera í því hlutverki. Já, það eru forréttindi. Já. Takk kærlega fyrir þetta Björk og ég þakka fyrir okkur hérðan minni á sýnina sem eru á morgun sunnudag og já, bið ykkur svo bara vel að lifa. Segðu það á Samstöðinni.